Já, komið þið sæl. Jóhann Ari Bjarnason hér og mér langar núna aðeins að segja ykkur frá skáldsögu sem að ég að vinna að og mun vonandi á næstunni, hvað sem það þýðir, gefa út á prenti. Það eru liðin nánast 10 ár síðan að ég gaf út bókina Skaðamaður og 3,5 ár síðan að ég gaf út bókina Leitin að engli dauðans. En núna ætla ég fyrst og fremst að segja ykkur frá bók sem að ég hef núna verið að vinna að síðan ársloka 2018, held ég. Bók sú heitir Ógnareðli og hún er fullskrifuð. Ég er búinn að yfirfara hana og endurskrifa á svona og held hún sé tilbúin fyrir útgáfu og næsta verkefni er að sjálfsögðu bara að reyna að finna sér útgefanda. En ég langar núna bara að lesa fyrir ykkur eitt kafla úr henni og já, ég bara vinda okkur beint í það. Já, ég held að ég byrji bara á að ég ekki lesa beint niðurhal úr sögunni, heldur svona drög að káputeksta sem að myndi þá vera aftan á bókakápunni þegar hún kemur út. Það væri einhvern veginn á þessa leið. Sigríður Vagnsdóttir er 16 ára gömul og býr í Vesturbæ Reykjavíkur. Foreldrar hennar voru fíklar, pabbi hennar er í fangelsi og hún hefur alltaf átt erfitt með að eignast vini. Og í fyrsta sinn á ævinni er hún ástfangin. En Sigríður býr yfir leyndarmáli. Hún er hættulegasta glæpakona landsins. Nú ætla ég að lesa fyrir ykkur einn kafla úr sögunni. Þetta er ekki fyrsti kaflinn vegna þess að fyrsti kaflinn í sögunni og oft í mörgum sögum er mjög góður svona til að kynnast kannski sögupersónum en kannski ekki endilega lýsandi fyrir hvaða átt sagan er að fara í og já, í fyrsta kaflanum á Ógnareðli er bara mjög mikið af fólki að tala saman allt og ekkert svo að maður svona fái smá innsýn inn í einhverjum eina af aðalpersónunum. Þannig að ég ætla núna bara að lesa kafla snemma úr sögunni sem mér fannst vera betri til kynningar. Ógnareðli, 7. kafli, sjálfsvíg. 2 lögreglubílar, 1 sjúkrabíll og hvítur sendiferðabíll í eigu tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu standa fyrir utan gamalt einbýlishús umkring grónum og velhirtum garði ofarlega í Mosfellsbæ. Ágústa hallar sér upp að einum lögreglubílnum meðan hún stimplar inn smáskilaboð til Markúsar frænda síns. Hæ, værirðu til að borða með mér í kvöld? 2 tæknimenn frá lögreglunni koma út úr húsinu og ganga í átt að hvíta sendibílnum. Þeir eru klæddir í hvíta samfestinga, eru með öndunargrímur fyrir vitum og halda á töskum líkum verkfæratöskum. Þegar þeir koma að sendibílnum opnar annar þeirra bílinn og svo láta þeir töskurnar þar inn fyrir og taka af sér grímurnar. Já, þetta var ljótt maður, segir sá eldri af mönnunum 2 leið og hann rennir niður samfestingnum sínum og byrjar að leita að einhverju í buxnavasa hjá sér. Ágústa gengur til tæknimannanna og spyr hvort að þeir séu búnir. Þeir eru bara að klára að taka myndir og svona, annars liggur þetta nokkuð ljóst fyrir, segir sá eldri leið og hann dregur gamlan og krumpaðan pakka af Winston sígarettum upp úr buxnavasanum. Hann heitir Anton og er búinn að vera ummerkja sérfræðingur hjá tæknideildinni í næstum 2 áratugi. Sjálfsvíg, spyr Ágústa. Alveg pottþétt, hef séð þetta oft áður, svarar Anton sem að lagar aðeins til grátt yfirvaraskeggið áður en hann stingur einni sígarettu upp í sig og kveikir svo í. Fyrir réttum 2 klukkutímum barst lögreglunni sú tilkynning frá fólki í Mosfellsbæ að það væri farið að hafa áhyggjur af nágranna sínum sem að þau höfðu ekki séð í nokkra daga. Þau höfðu bæði bankað og reynt að hringja en allt kom fyrir ekki þrátt fyrir að bíllinn hans stæði í innkeyrslunni. Það vildi svo til að Ágústa og sumarefleysingarmaðurinn sem að hún var með sér þennan daginn voru sá bíll sem að var næst staðnum
svo að þau voru send á vettvang til þess að athuga með manninn. Og meðan þau voru að keyra eftir Helgafellsvegi barst þeim tilkynning frá stjórnstöð sem að tjáði þeim að maðurinn sem að nágrannarnir höfðu áhyggjur af væri 74 ára einstæðingur að nafni Grímur sem að hefði ekki komið við sögu lögreglu í meira en 30 ár. Eftir að hafa komið á staðinn gengu Ágústa og sumarafleysingarmaðurinn nokkurum sinnum í kringum húsið í leit að mögulegri leið inn og fundu þá opinn glugga við hliðina á bakdyrunum. Ágústa nennti ekki að bíða eftir lásasmið svo að hún skrúfaði skrúfurnar úr stormjárni gluggans eftir að hafa kallað nokkrum sinnum á Grím án þess að fá svar. Eftir að hafa losað stormjárnið lét hún sumarafleysingamanninn klifra inn til þess að opna fyrir sér. Herbergið fyrir innan dyrnar reyndist vera þvottahúsið. Úr þvottahúsinu lá ein hurð og gegnum hana komu þau inn á stórt og snyrtilegt baðherbergi með marmaraflísum, stóru hornbaðkari og sjónvarpi sem að stóð á hillu fyrir framan baðkarið. Sumarafleysingarmaðurinn minntist á að baðherbergið kostaði sennilega meira en íbúðin hans. Úr baðherberginu komu þau fram á ganginn þar sem var nokkuð dimmt enda öll ljós slökkt og dregið fyrir flesta glugga, en þau sáu þó að ljós virtist loga innst á ganginum svo að þau fóru beint þangað. Sumarafleysingarmaðurinn sagði nafn Gríms tvisvar sinnum en enginn svaraði. Ljósið sem að logaði barst út rifu á stofudyrunum og þegar Ágústa opnaði blasti við þeim óhugnaleg sjón og þungur, hræðilegur óþefur fyllti vit þeirra. Á miðju stofugólfinu lá alblóðugur karlmaður á grúfu í stórum polli af blóði. Blóðdropa mátti sjá á fjólubláu sófasettinu, á standlampa við hliðina á sófanum, á ljósakrónu fyrir ofan manninn, í loftinu og allstaðar í kringum hann. Stórt og gapandi blóðugt sár var á höfði mannsins og við það suðuðu ótal flugur og Ágústa gat séð aðrar pöddur hreyfa sig hér og þar við líkamsleifar mannsins. Sumarafleysingarmaðurinn tók andköf en Ágústa kyngdi munnvatni áður en hún gekk hægum skrefum inn í stofuna og virti lík mannsins betur fyrir sér. Lyktin var ógeðsleg enda var hann búinn að liggja þarna í nánast heila viku. Ágústa sá að maðurinn lá ofan á einhverju, einhvers konar röri, barefli kannski. En síðan skoðaði Ágústa betur og sá að blóðugt rörið var hlaup af haglabyssu. Svo virtist sem að maðurinn lægi ofan á skotvopninu. Ágústa vildi ekki snerta neitt en hún skoðaði manninn nægilega gaumgæfilega til þess að sjá að grunur hennar reyndist réttur. Það var greinilega haglabyssa undir honum. Hún gat séð glitta í skeftið við mjaðmir hans hinum megin á líkinu. Í því spratt sumarafleysingarmaðurinn burt frá hurðinni og nokkrum sekúndum síðar gat hún heyrt hvernig hann kúgaðist og byrjaði að æla. Fýlan af manninum og suðandi flugurnar voru farnar að verða Ágústu ofviða svo að hún gekk hröðum skrefum aftur fram á gang þar sem að hún andaði nokkrum sinnum þungt inn og út áður en hún tók upp talstöðina og tilkynnti líkfundinn. Hún bað aðstoð tæknideildar og tók fram að hún teldi að líklegt sjálfsmorð væri að ræða. Henni var skipað að hreyfa ekki við neinu í húsinu og að loka vettvangnum þangað til að liðsauki bærist. Eftir það fann Ágústa sumarafleysingarmanninn sinn náfölan og skjálfandi út í garði hússins þar sem hann barðist við að róa niður taugarnar. Anton lítur eitt andartak yfir til sumarafleysingarmannsins sem að situr í lögreglubílnum sem að Ágústa var í og horfir tómeygður í áttina að húsinu. Var það hann sem ældi í klóstið? Spyr Anton. Já, svarar Ágústa. Anton glottir og segir,
Þessir afleysingarmenn. Þetta getur verið svo glært lið, svarar Ágústa. Segðu mér, þú tilkynntir sjálf að þetta væri líklega sjálfsmorð. Hvernig komstu að þeirri niðurstöðu? Spyr Anton og fær sér annan smók. Bara, hann hafði auðsýnilega verið skotinn af afar stuttu færi. Byssan í höndunum á honum, engin sjáanleg merki átök og bara allt heimilið rosalega snyrtilegt og reglulegt. Svo maðurinn ekki með neina sakaskrá til að tala Ágætt. Að hugsa að sækja til að komast í rannsóknardeild þegar ég komin með nægilega reynslu. Þú meinar? Þá skaltu samt aldrei gera ráð fyrir að eitthvað sé sjálfsmorð eða eitthvað annað fyrr en tæknideildin skilar loka skýrslu. Þetta lítur kannski út eins og sjálfsmorð og það eru 99% líkur á að þetta sé líka sjálfsmorð, en það ekki alltaf allt sem sýnist. Það bara þannig. En við allavega rannsökum skotsárið og byssuna almennilega og þá getum við staðfest með 100% vissu að Grímur heitinn var virkilega orðinn þreyttur á að lifa og ákvað að mála stofuna sína með heilaslettum úr sér. Segir Anton og glottir til Ágústu sem kinkar lauslega kolli. Í því pípar síminn hennar Ágústu svo að hún tekur hann úr vasanum og sér að hún var að fá SMS frá Markúsi. Endilega, sama stað og alltaf. Jæja. Þetta var sem sagt 7. kafli sögunar ógnareðli sem ber heitið sjálfsvíg. Eða brot úr kaflanum. Ég búinn að sitja hérna dálítið lengi og ég veit ekki hvort að allt sem ég las upp muni rata í myndbandi sem þú ert að horfa á. En allavega þakka ykkur kærlega fyrir að horfa og endilega lækið þetta myndband og deilið því að eins og ég segi, ef þetta fær mikla deilingar og svona þá þetta fyrir mig að hafa upp á útgefanda og þá verður þetta fyrir ykkur að geta ekki að lesa alla söguna. En nú bara líður og býður. Hafið það gott og við sjáumst. Vonandi einhvern tímann eftir að kórónufaraldrinum linnir. Já, ég basically bara að gera þetta núna því ég þori ekki út úr húsi. Já, réttara sagt, hef ekkert að gera út úr húsi. Já. Veðrið líka frekar nenni ekki að fara út að labba eða gera eitthvað þannig. Okidoki.